Þýðing dómsins, einföld skýring, greiddir vextir skipta ekki máli, ógreiddir vextir leggjast á skuld, þar af leiðandi þannig að til gildistöku Seðlabankavaxta reikna samningsvextir en Seðlabankavextir eftir það. Og það getur hér nefni ég ekki dagsetninguna vegna þess að ég ekki alveg klára á henni hver hún nákvæmlega. En í henni einfaldustu mynd, þá getur við tekið eins og hérna ég fékk blað hérna áðan hjá manni, þar sem hún var að sýna. Þið getur bara að skoða hvað hafið þið greitt í afborganir. Og vissulega getur við líka tekið samkvæmt afborgunum, það nú kosturinn að hafa þau því að þú gilda. Þú megnið afborgunum gilda. Og í þeim segir að í uppgjöri skuli líta á allt sem heitir vanskil, dráttarvextur og svo framvegis sem greiðslur inn á höfuðstól. Þannig að það sem þið getur gert, þið getur tekið afborganir lánanna, það sem þið greittu sannarlega afborgun og það sem þið greittuð í hennar vanskilakostnað og svo framvegis og dreigið það frá stöðu höfuðstólsins. Þið bara lækkið höfuðstólinn sem þið nefnir. Vextina líka? Nei, ekki vextina. Skiljið vextina eftir. Lítið bara þá að þessa vexti fáið ekki endurgreidda í byrjun. Var dráttarvextir eða ekki við kannski farið fram með vinna til daga? Aldarfólkslögin segja að dráttarvextir skuli líta á alla mannskilakostnað allt svoleiðis sem innanbyrðis og höfuðstól. Þannig að það ekki allt slæmt á aldarfólkslögin. Og raunar það þannig, ég vil nú eiginlega bara segja því svona eins og að það ekki nema 3 setningar í aldarfólkslögunum sem út í það. Kannski 4. Allt annað nauðsynleg ákvæði sem hafa verið að hjálpa fólki og fyrirtækjum í uppgjör. Þannig að við getum ekki bara sagt við viljum afnema aldarfólkslögin. Þú heyrið þetta, ég var komið gagnrýningu fyrir það. Það ekki hægt að afnema þau vegna þess að hin öll ákvæðin eru svo mikilvæg. En þetta einfaldast leiðin, eins og ég lýsi hérna, þá erum við bara með þessa afborganir og allan vanskilakostnað. Eða ekki það eina leiðin og sagt hérna að þetta heildargreiðsla sem við greiddum, þetta eru vextirnir, við drögum þá frá og þá þetta það sem lækkar lánið. Síðan alltaf gerist það að ef eitthvað eftir á höfuðstólnum, þá alltaf koma vextir ofan á það. Ef þið hafið farið í skilmálatryggingu og þið hafið vextirnir hafa verið settur ofan á höfuðstólnum, þá alltaf komast ekki hjá því að borga það. Vegna þess að það sem var bætt ofan á höfuðstóli, það litið á sem greiðsla á vöxtum. Þið bara borgaðu ekki peningum, þið fengur lán fyrir því. Þannig að þetta einfalda leiðin. Síðan flókna skýringin. Hún svo að fyrstulega fremma gildistöku laga átnafólkslagana var innihald 18. greina lagana allt annað en það í dag. Hvaða þýðingu hefur þetta breytta innihald á það sem við höfum fjallað Gamla innihaldið var mjög einfalt. Það fjallaði það var eingöngu skuldari. Við erum kallað skuldari í lögum, við skulum alveg bara sagt okkur við það. Það eingöngu skuldari sem átti vaxtakröfu á lánveitandann ef einhver ágreiningu var upphæðir. Ef niðurstaðan var svo að ég hefði ekki greitt nógu mikið, þá sögðu gömlu lögin fyrir breytingu að það var ekki hægt að rukka mig dagvexti á þetta sem ég hafði greitt og líka. Ágreiningurinn var snýr bara ef það var í hinn áttina. Neytendarétturinn. Þannig að átnafólkslögin þau hentu út neytendaréttur og vaxtalögum. En hugsanlega gæti upphæð seðlabankavaxta af ógengistryggðum höfuðstóli verið lægri en upphæð samningsvaxta af gengistryggðum höfuðstóli. Þau tilfellin kom upp. Þeir eru með lán í japönsku jenum og þó að vextinni sé ekki lágir þá verður samt með 3% vaxtaálag og þá allt í einu verið að reikna 3,1% vexti af kannski 30 milljónum en samkvæmt Seðlabanka vöxtunum þá á að reikna 5,25% vexti af 10 milljónum.
og það alveg ljóst að 3,1% vextir af 30 milljónum er miklu hærri tala heldur 5,25% af 10 milljónum. Þá eigið þið að borga 5,25% vexti af 10 milljónum. Ekki öfugt. Vegna þess að það er eingöngu þegar vextir Seðlabankans eru hærri heldur en þeir vextir sem þeir greiddu, sem greiddir vextir standa. Þegar vextir Seðlabankans eru lægri, þá eigið þið mismunin inni. Þetta er mjög líklegt að þetta hafi átt sér stað á seinni hluta árs 2010 og alveg síðan frá þeim tíma. Þannig að þið verður svona pílut að horfa á þetta. Og þetta er það sem mun flækja allt. Sigurjón Hagnarsson kom hérna og hélt erindi, ég veit ekki hver sem aður fyrir utan það að hann hélt þetta erindi og mókin slóði upp í frétt í gærmorgun. Þetta var komið inn á fundurum að klukkan 8 í gærmorgun og þessi frétt var komið inn á mbl.is klukkan 9:36. Það var valla búið að sleppa orðinu þegar þetta var orðið frétt á mbl.is. Og það er það textanir sem ég segja að þau greinir að hann hlýtur að hafa verið í jakkafötum og þau gusta bara menn í jakkafötum og þess vegna mætti ég í jakkafötum. Hann segir aðstöðumunur, að þessi aðstöðumunur milli fjármálafyrirtækja skuldara og hann er alltaf að tala um það hvað þrengir fordæmisgildið. Aðstöðumunur milli fjármálafyrirtækja skuldara og hann segir að það þrengir fordæmisgildið. Ég segi nei, það leiðir til víðtæks fordæmisgildið. Þannig að Hæstiréttur er búinn að komast að því aftur og aftur að jafnvel í tilefni lögaðila stönduður af fyrirtækjum þá hafi verið aðstöðumunur á milli þeirra og fjármálafyrirtækja sem veitir lán. Þannig að hérna snýr hann þessu á haus. Hann telur að vegna þess að það hafi verið skuldbinding til langstíma að þá skiptir þetta, gildir þetta ekki bílalánin. Bílalánin eru langtíma lán. Látið ekki neitt, telja ykkur trúum eitthvað annað. Talaðu ekki um það, þau eru komið upp í 7 ár. Þau eru komið upp í 7 ára, þá eru það mikið langtíma lán að það má verðtryggja þau. Það má hvað segja? Verðtryggja þau. Það má ekki verðtryggja lán undir 5 ára. Það er hérna. Skuldari greiddi í góðri trú. Hver greiddi ekki í góðri trú á sínum tíma? Einhver hérna sem ekki greiddi í góðri trú þetta væri allt löglegt. Já, ég taldi þetta alltaf klárum. En minnst þetta er eitthvað sem eykur fordæmisgildið en ekki dregur úr því. Endurreiknaði vextir hátt hlutfall skuldar og tóku sem dæmi að vegna þess að Hæstiréttur talar um þetta að þessi endurreiknaði vextir voru 6,5 milljónir sem þið átt að borga til viðbótar og 19 miljón krónar skuld, þess að 1/3. Ég held að þetta sé með lægstu tölu sem ég hef séð. Ég hef oft séð tvöföldun, ég hef oft séð meira en tvöföldun. Það er að segja, ekki vaxtana, heldur skuldarinnar. Þannig að aðeins að þreföldun, Sturla býður best Þannig að þetta styður við það að fordæmisgildi laganna sé mikið. Það dregur ekki úr því. Röskun á fjárhagslegum hagsmunum skuldara. Það urðu allir fyrir fjárhagslegri röskun. Come on. Var einhver hérna inni sem varð ekki fyrir fjárhagslegri röskun með þessu rugli? Það væri ekki að það fá. Nei, einmitt. Og síðan spyr hann hvort að niðurstaðan sé svo sama ef viðkomandi er fjársterkur. En það voru eingöngu þeir fjársterkur sem gátu greitt. Ég meina, Siggi og Elvira gátu greitt af því það áttu peningin. Þá er það legs. Dómari fjallar eingöngu gildi fullnaða kvittana. Þetta er bara hreinlega rangt. Dómari fjallar líka gildi skuldbindinga sem kemur fram á greiðslutilkynningu. Eins og ég voru að tala um á það. Hann gerir það. Hann fjallar hvoru tveggja.
Það er ekki bara fullnægja kvittun sem gildir. Svo segir hérna ólögmætt gengistryggð lán eiga að bera óverðtryggða vexti Seðlabanka Íslands frá stofndegi, en hann gleymir þessu atriði hérna, Lex gleymir þessu atriði sem var talað áðan. Það má eingöngu leiðrétta til framtíðar. Þannig að þetta er eiginlega alveg með ólíkindum að menn skuli láta hafa svo til svona. En þetta er náttúrulega lögfræðingur Baldur Skúlasonar sem hérna hér talar. Áhrif skilmálabreytinga ólík eftir því hvort lántaki var í skilum eða ekki. Dómurinn fjallar ekkert það. Dómurinn fjallar bara fólk sem var í skilum. Hann fjallar ekkert fólk sem var í vanskilum. Er einhver stundar dómar á leiðinni? Ég veit ekki. Hvernig í ósköpunum geta það sagt að hann fjalli ekki þá sem er í vanskilum? Ég meina þetta sé að þessar skilnaðarbreytingar verða ólíkar eftir hvort þið skilum ekki. Dómurinn fjallar bara fólk í skilum. Það er ekki búið að kveða upp neitt dóm fólk sem var í vanskilum. Fjallar ekki dómurinn líka fjármálafyrirtæki sem er í vanskilum? Jó, dómurinn fjallar náttúrulega fjármálafyrirtæki sem var í vanskilum vegna þess að það var eiginlega mörgum málsins. Dómurinn getur haft fordæmisgildi gagnvart smærri aðilum. Ég geng lengra og segja hann hafi, ekki getur haft, heldur ég segja hann hafi fordæmisgildi. Aftur ég segi ekki getur haft, heldur ég segja hann hafi fordæmisgildi fyrir fleiri tegundir lánasamninga eða lánssamninga. Lántakar eiga ekki endurkröfurétt vegna vaxtagreiðslna á gengistryggðan höfuðstól. Þetta er svona sama ég var að segja áðan en þeir segja líka á þessu undantekningar. Þetta sem ég nefndi áðan það að vexti gengistryggðra lána gæti hafa orðið hærri heldur en vaxtaupphæðin gat hafa hærri heldur en það var Seðlabanki. Áttu þá við að þegar það var búið stökkvöldur lána þá þú vexti þeir vexti eða þessu verður það? Já. Ég reikna það út frá stökkbreyttu lána. Gengi átfjölda. Þeir tala ekkert lög 150/2010. Má ég aðeins af því að þú tala ef ég skil það alveg þegar gengið fór að hækka á lánunum, þeir hækkuðu þá náttúrulega og svo var þetta fært niður aftur fyrir upphaflegs höfuðstóls. Og ef að seðlabankavextirnir verða... Nei, nú er ég að tala það að við höldum gengistryggðu höfuðstólnum annars vegar, berum saman þá tölum, þá fara vextirnir hérna upp. Svo tökum við hinn höfuðstólinn og þá eru vextirnir hérna niðri. Þá eigum við kröfu á þessum mismun. Þeir tala ekkert Árnafjallsveginn, alveg stórmerkilegt, og þeir nefna ekki að rangur lagaskilningu verða aðeins liður